komin að erindi Bitcoin gjaldmiðill framtíðarinnar og það Guðlaugur Lárus Finnbogason hjá Viral Trade sem ætlar að flytja okkur fyrirlestur. Ég mjög nákvæman tímanum, ég með gul og rauð spjöld, gula spjald eftir 5 mínútur, þetta rauða þegar tíminn liðinn. Vonandi höfum við líka tíma fyrir spurningar en ég ætla að kynna þig Guðlaugur. Guðlaugur framkvæmdastjóri Viral Trade og annar stofnandi þess fyrirtækis. Hann með BA-gráðu í hagfræði og mastersgráðu í tölvunarfræði frá Háskóla Íslands. Guðlaugur hefur starfað við rannsóknir í hagfræði við hugbúnaðargerð. Hann hefur kennt tölvunar og frumkvöðlafræði við Háskóla Íslands og unnið í fjölmiðlum í meira en áratug. Nú síðastliðin 3 ár hefur Guðlaugur stundað rannsóknir á stafrænum eignum og gjaldmiðlum á netinu og við skulum bjóða Guðlaug Lárus Finnbogason velkomin. Hvernig hérna? Já, gett, kannski. Nei, kannski það heiði eitthvað í mér, ég tala alveg hátt, sko. Já. Heyrið í mér ef ég að tala hérna, eða ætti ég að vera með á fyrstum áður? Þá skaltu hafa á mikrofónu. Nei, ok, ég bara spennt hérna. Jæja, góðan daginn. Ég ætla að tala Bitcoin í dag og ég ætla að struktúra þennan fyrirlestur nokkurn veginn á þennan hátt. Ég ætla að byrja að tala sögu Bitcoin, hvernig Bitcoin hefur þróast og hvar við erum í dag. Svo ég ætla að tala Bitcoin-kerfið og ég tala Bitcoin-kerfið út í að Bitcoin ekki bara stafrænt gjaldmiðill, þetta stórt greiðslukerfi. Og ég ætla að tala þetta svona á mjög mannlegum nótum. Ég ætla ekki að fara neitt inn í svona tæknilega atriði, heldur ætla ég bara svona skima yfir og gefa ykkur svona góð hugmynd hvernig bara kerfið virkar. Og síðan ætlum við að kanna þessa kosti sem eru við Bitcoin og sjá hvort við getum eitthvað lært af þeim, hvort að fjármálakerfið og bankakerfið og peningakerfið geti eitthvað lært af þessum stafræna gjaldmiðli Bitcoin. En nú langar mig að fá nýja glærir og þá ger ég hvað. Ok. Alrighty. Bitcoin svona hefur göngu sína í lok nóvember 2008 og þá kemur á netið hönnunarskjal sem lýsir því nokkuð hvernig Bitcoin-kerfið skal vera búið til. Og undir þetta skjal skrifar einstaklingur sem kallar sig Satoshi Nakamoto. Og við vitum það að Satoshi Nakamoto ekki alveg nafn þessa einstaklings, þetta var dulnefni. Og það jafnvel þeoríur það að þetta hafi ekki verið einn einstaklingur, heldur margir einstaklingar sem unnu saman undir þessu dulnefni. En hann setti þetta skjal á netið og við vitum alls ekki hver þessi maður er. Við vitum ekki hver bjó til Bitcoin. En síðan mánuði seinna, 3. janúar 2009, þá Bitcoin-kerfið sett í loftið. Og þetta auglýst á svona spjallarásum og mailinglistum fyrir tölvunörda aðalega. Ég vonaði móðgist ekki, ég sjálfur tölvunörd. Og svona tölvunörda sem rosalega mikið í dulkóðun og þess að þar. Svo komur rosalega mikið svona tölvunördum að Bitcoin í byrjun. Og þeir byrja ekki bara að nota Bitcoin, heldur byrja líka svona að þróa það með Satoshi og byggja ofan það. En enginn af þeim hitti Satoshi til auglýs, heldur fóru öll samskiptirinn fram í gegnum interneti. Og síðan svona nokkru mánuði seinna eftir að kerfið kom í lofti og byrja að spretta upp svona óformlegir skiptimarkaðir þar sem einstaklingar gátu tekið Bitcoin og skipti út fyrir dollara og þá kom svona gengi og við getum talað Bitcoin gengi. En síðan á svona stærsta í rauninni skrefið tekið í Bitcoin heiminum 20. maí 2010. Og þá í fyrsta skipti vara keypt fyrir Bitcoin, alvöru vara. Og það kannski ekkert voðalega skrítið út, það voru svo mikið af tölvunördi sem einmitt voru að nota Bitcoin á þessum tíma, svo það ekkert voðalega skrítið að fyrsta vara sem keypt var fyrir Bitcoin voru einmitt pítsur. Og þessar 2 pítsur eru mjög frægar í Bitcoin heiminum, einmitt fyrir það sakir að þessar 2 pítsur nákvæmlega sem þið horfa á eru þessar vörur sem voru keyptar fyrir alvöru Bitcoina. Það var einn einstaklingur sem keypti þessar 2 pítsur af öðrum einstaklingi fyrir 10.000 Bitcoina. Og á gengi þess dags, 10.000 Bitcoina, á gengi þess dags, þá gæstu fengið 10.000 Bitcoina fyrir $25. Borgar einhver $25 og fækst 10.000 Bitcoina. Hefði þessi einstaklingur haldið í þessa Bitcoina í dag, þá væri hann ansi ríkur maður. Hann ætti meira en, held ég, 2 milljarða íslenskra króna, cirka bát. Svo þetta eru kannski hugsanlega dýrustu pítsur sögunar, ef við lítum á það þannig. En
á sama tíma þetta er að gerast, þá er Satoshi svolítið að fjarlægast svona Bitcoin samfélagi. Og síðan gerist það bara einn daginn að hann skrifar þarna, segir bara, heyrðu, þetta er búið að vera mjög gaman, nú ætlum ég að fara að snúa mér einhverju öðru, Bio og hverfur, aldrei heyrt frá hún síðan. En það breytti ekkert voðalega miklu, fólk hélt áfram að nota Bitcoin og fleiri byrja að nota þetta og fleiri tölvunördar byrja að byggja ofan á þetta og svona dót og ekki bara tölvunördar byrja að nota þetta, þú veist, fleira bara svona venjulegt fólk byrja að nota þetta. Og það sem byrjaði líka að gerast var það að fyrirtæki fóru miklu meira í mæli að taka við Bitcoinum í skipti fyrir vöru og þjónustu. Og til dæmis, ef þið eru í Bandaríkjunum núna í dag, þá getið þið algjörlega að lifa á Bitcoin. Þið getið keypt ykkur mat, þið getið keypt ykkur bækur, þið getið keypt ykkur flugferðir, þið getið keypt ykkur bíla, hús og jafnvel fyrirtæki fyrir Bitcoin. Þið getið ekki reynda gert þetta á Íslandi en þið getið nefnilega gert þetta úti. Og rétt aðeins, áður við höldum áfram, við kíkjum á gengi Bitcoin, hvernig það hefur verið síðustu 12 mánuðina. Og sjáum við það á EOS-tum þá er þetta dollarar per Bitcoin. Og sjáum það á bróðpartin á þessu 12 mánuðum, þá er hann nokkuð stabíll og ég veit ekki hvort þið sjá þetta kannski aftast en þá er hann svona nokkuð hækkandi. Og síðan verður þessu bóla, sem kannski margir heyrðu sem á sér stað, hún byrjaði hann í nóvember. Hún springur í desember og fjölmiðlar voru alveg rosalega aggressífir í því að segja Bitcoin var að degi og allt þetta dót en þeir eru ekkert voðalega mikið að segja frá því að síðan svona leiðréttur að segja svona nokkuð veginn hann eftir þetta. Og hann er búinn að vera stabíll svolítið í smá tíma núna í kringum 800 og hann sé kannski búinn að falla niður í 760 held ég við kíktum hann í dag. En svona er þetta. En heyrðu, við skulum skoða núna Bitcoin-kerfið. Og skulum byrja því að skilgreina svona Bitcoin svolítið svona óformlega. Bitcoin er stafrænt gjaldmiðill, sem við kalla hann rafgjaldmiðil, sem við kalla hann sýndargjaldmiðil, ég kalla þetta stafrænt gjaldmiðil. Og hann fyrirfinnst bara í núllum og einum, tungumáli tölvunar og hann ferðast á milli manna í gegnum internetið. Þetta er svona simpul, kannski svona lýsing á Bitcoin. En Bitcoin er líka það sem við köllum cryptocurrency. Ég hef aldrei neitt fundið svona rosalega gott orð yfir, íslenskt orð yfir cryptocurrency, en það þýðir raunin hann notar ákveðna dulkóðunar aðferðir innan kerfisins þegar færslur eiga sér stað. Og við munum eiginlega ekkert fara voðalega mikið í þetta í þessum fyrirlestri. Og Bitcoin er líka það sem við köllum decentralized currency og þarna er ég aftur að sletta á ensku. Ég er ekki með alveg neitt voðalega gott íslenskt orð yfir decentralized en það þýðir raunin það er engin miðlægeining eins og Seðlabanki sem gefur gjaldmiðilinn út, heldur sér kerfið sjálft að gefa gjaldmiðilinn út og við munum fara mun ítarlegra í það á eftir. En til þess að útskýra svona hvernig Bitcoin virkar, þá er langþægilegast að taka lítið dæmi og sem byggja svona ofan á það og taka það lengra og lengra. Svo skulum byrja því að hugsa þessa stelpu hérna, hún heitir Anna og hún hefur aldrei notað Bitcoin áður. Og hún fær þá flughausinn að byrja að nota Bitcoin. Svo það fyrsta sem Anna gerir til þess að byrja að nota Bitcoin er að hún fer á heimasíðu svo til dæmis bitcoin.org og þar nær hún í stafrænt veski, hugbúnað sem hún downloada bara í tölvuna sína og setur upp. Og þegar hún er búin að hún getur sett þetta upp í síma sinni eða í tölvuna eða iPad eða hvað sem er. Og þegar hún er búin að setja þetta upp í tölvuna sinni, þá getur hún í rauninni tekið við greiðslum innan Bitcoin-kerfisins og sendt greiðslur til annarra. Ok, og ef við skoðum aðeins þetta veski, það er svolítið þægilegt að hugsa þetta stafræna veski svona nokkuð eins og heimabanka. Þið eru öll með heimabanka og þið náttúrulega farið á Arjóbanka eða Landsbanka eða eitthvað og stimplið inn ykkar passvörd og þá sjáu einhvern svona balance og þið sjáu reikningsnúmerinn ykkar og allt hana. Svona þægilegt að hugsa þetta stafræna veski sem svona nokkuð einn heimabanka innan Bitcoin-kerfisins, nema hvað þetta er ykkar enga heimabanki. Hann er bara til í ykkar tölvu og ekki neins staðar annars staðar. Okay. Og þegar hún næri þetta stafræna veski í tölvuna sína, það er tvennt sem hún sér, annars vegar sér hún innistæðuna sína, balansinn, hann er vantlega 0 í byrjun, hún ætlar að áenga Bitcoina, og hún sér líka svona adressu, svona Bitcoin-adressu sem eru bara hennar banka-adressa eins og í heimabankunum okkar. Og hún getur fengið, ef ég einfaldar hringliði, hún getur fengið sendt í þessa adressu og hún getur sendt til annara í gegnum þessa adressu. Og ef við höldum aðeins áfram og tölum aðeins þessi veski og þessa adressur áður en við förum í almennilega hvernig kerfið virkar. Þegar hún opnar veski í fyrsta skipti, þá sér hún líka, og náttúrulega sér þetta í hvert sinn sem hún opnar veski, þá sér hún svona lítinn takka neðst sem segir Generate New Address. Og það sem þessi takki gerir er að ef hún ýtir á þennan takka, þá býr hún til nýja Bitcoin-adressu fyrir þetta veski. Og hún getur ýtt á hana 100 sinnum og fengið 100 nýjar Bitcoin-adressur, hún getur notað þær allar.
og sem sagt ef við skoðum þetta aðeins, ef ég myndi til dæmis opna mitt stafræna veski og ég myndi íta tvisvar og generate new address og ég myndi fá þessa sem byrjar á 11 og þessa sem byrjar á 1L. Ef einhver myndi senda mig 5 bitcoina á þessa sem byrjar á 11, þá myndi innistæðan á þeirri adressu vera 5 bitcoinar. Ef einhver myndi síðan senda mér 4 bitcoina á þessa sem byrjar á 1,L, þá er innistæðan á þeirri adressu 4 bitcoinar og samtals ætti ég 9 bitcoina innan stafræna veskisins. Og eitt í viðbót sem mig langar að benda á, áður við höldum áfram, er það að þó ég muni vera að tala í þessu fyrirlestri að einhver eitt sé að senda einhverjum öðrum 5 bitcoina eða 10 bitcoina, svona heiltölur, þá getur henni brotið bitcoinin niður í 0,0000001 bitcoin. Þannig að þú getur sendt til einhvers 14,376 bitcoina eða þú getur sendt til einhvers 15 bitcoina. Ok. Segjum svo núna að Anna er búin að setja upp þetta stafræna veski í töluna sína og hún á enga bitcoina. Svo hún fyrir út á götu og hittir það Jón vin sinn og segir, heyri Jón, ég var að fá svona rosalega flott bitcoin veski og ég á enga bitcoina. Og Jón, hann á fullt af bitcoina, svo hann segir, heyri, ég skal selja þér 5 bitcoina og þú lætur mig bara að fá 5.000 skall. Og hún lætur hann fá 5.000 skall og síðan fyrir hún heim til sín og hann fyrir heim til hans og hún kannski ítir bara á generate new address í stafræna veskinu sínu og síðan sendir hún þessa adressu til hans, kannski í e-maili eða SMS eða hvernig sem er. Og hann tekur þessa adressu, setur hann í stafræna veski sitt, stimplar síðan kannski bara 5 bitcoin og ítir á send og ég einfalda svolítið núna en í raunin þá sér hún strax að hún á 5 bitcoin. Hún sér það, hún ætti kannski svona fræðilega að segja bíða 10-20 mínútur, þurfum við það kannski aðeins á eftir, af hverju það er, en hún fær í rauninni, sér það strax að hún á 15 bitcoina. Já, ok. Og ef við skoðum síðan aðeins, hvernig þetta virkar innan kerfisins. Við skulum aðeins ímynda okkur hvernig þetta kerfi sé fyrst. Þetta kerfi er svona stórt kerfi sem er tengt saman af öllum þessum stafrænum veskjum. Það er að segja að þetta er bara net af öllum þessum veskjum, þau eru öll að tala saman, þau eru öll tengt. Það sem gerist er, þegar Jón sendir Önnu þessa 5 bitcoina, er það að stafræna veski hans öskrar út í kerfið. Þessi adressa, sem er hans adressa, ætlar að senda þessar adressu 5 bitcoina. Og hann öskrar þetta út í kerfið og allar hérna nóðurnar, öll hinn veskin heyra þetta og ef þau samþykja að hann megi gera þetta, þá í rauninni, skulum við segja, bara það að í rauninni kerfið sjálft er búið að samþykja það að balansin hjá Jóni sé -5 bitcoinar og balansin hjá Önnu séu +5 bitcoinar. En hvernig fara þá öll hinn veskin að því að ákveða hvort að Jón megi senda Önnu þessar 5 bitcoina? Á Jón nógu mikið? Á Jón kannski bara 3 bitcoina en hann reynir að senda 5 bitcoina? Já, við skulum ímynda okkur það, inn í miðna á þessu stóra kerfi, inn í miðnaðinni er ein stór bók. Svona það sem við köllum á ensku ledger, á íslensku svona höfubók. Og við skulum ímynda okkur það að við tökum þessa bók og við opnum hana og við sjáum hverja einustu færslu inn í þessari bók sem hafa átt sér stað í kerfinu frá því að kerfið byrjaði, 2009. Þannig að rosalega þægilegt bara ímynda þessu svona bók og ef við tökum þessa bók og við kíkjum á fyrstu blaðsíðuna, algjörlega efst, þá sjáum við fyrstu færsluna sem átti sér stað í kerfinu þegar það var sett í lofti, 2009. Og ef við taka þessa bók, snúum við, kíkja á síðustu blaðsíðuna, algjörlega neðst, þá myndi ég sjá bara færsluna sem átti sér stað bara núna síðast innan kerfisins. Ok, við skulum taka þetta líka aðeins lengra og ímynda okkur það að hver blaðsíða sé í raun svona snapshot af færslunum sem hafa átt sér stað síðustu 10 mínútna innan kerfisins. Þannig að ef ég myndi að taka þessa bók og kíkja á fyrstu blaðsíðuna, þá myndi ég sjá alla færsluna sem áttu sér stað fyrstu 10 mínútur innan kerfisins frá því að kerfið byrjaði, þess að fyrstu 10 mínútur í kerfinu. Og ég myndi fletta einu sinni, þá myndi ég sjá næstu 10 mínútur eftir það. Og ef ég myndi snúa bókinni við og kíkja á síðustu blaðsíðuna, þá myndi ég rauninni sjá alla færslur sem áttu sér stað síðustu 10 mínútur innan kerfisins. Ok, svo hvernig geta öll hinn veskin nýtt sér þessa höfubók til að sjá það að Jón eigi nægilega mikið pening til að senda Önnu? Já, þeir taka þessa höfubók og þeir skoða adressuna Jóns og segja, ok, heyrðu, því við sjáum alla færslur sem átti stað innan kerfisins, hver sendi Jón þessa 5 bitcoina? Og þeir sjá kannski, ok, heyrðu, já, þessi adressa sendi 3 bitcoina, þessi sendi 2, ok, hver sendi þeirri adressu? Og svo framvegis og svo framvegis, og þeir rekja sér algjörlega aftur á bak, skoða alla söguna hvernig þessi gjaldmiðill í rauninni hefur ferðast þarna þangað til þau koma þeim punkti þar sem þessi bitcoin var fyrst búin til, og förum við það eftir smá hvernig þessi bitcoin er búin til,
og þið eru búin að fara þarna algjörlega tilbaka, þá sjáu þið í rauninni svona nokkuð í svona greiðslusögu og þið geta algjörlega og bara séð það að ég geti með þessa sögu að hann Jón, eða þessi adressa sem Jón á, eigi þessa 5 Bitcoina sem hann ætlar að senda. Alrighty. En þá náttúrulega kviknar upp svo spurning, hvernig koma Bitcoinar, eða hvernig verða Bitcoinin til innan kerfisins. Og nú skulum við spóla hans tilbaka. Ok, við munum það að Anna, hún sest fyrir fram á töluna og fer á bitcoin.org og nær þar í stafrænt veski. Anna hefði getað náð í 1 hugbúnað viðbót. Og þú veist að allir sem vilja nota Bitcoin geta náð innan hugbúnað, sumir kjósa að gera það, sumir kjósa ekki að gera það. En þessi hugbúnaður, hún bara downloadar hann í töluna sína og hann vinnur þar. Og hann kallaður svona mining software. Ég hef aldrei fundið neitt rosalega gott íslenskt orð fyrir þetta, en svona bara mining hugbúnaður. Og það sem þessi mining hugbúnaður gerir, er að hann fer svona inn á netið og það eru fullt af fólki með þetta alls staðar um heiminum. Það allir með þetta og allir þessi mining hugbúnaður fara inn á netið og hlusta á alla færslunar sem eiga sér stað innan kerfisins. Alla færslunar, þú veist, þessi adress að senda þessari, þessari að senda þessari og svo framvegis. Það sem hver og einn af þessum mænurum gerir er það að þeir taka svona auðablaðsíðu og þeir skrifa allar þessar færslur niður og á einhverju 10 mínútna millibili. Þeir taka allar þessar færslur sem þeir hlusta á, ok, já, þessi adress að senda þessari, þessari adress að þessari og svo framvegis, skrifa allar þessar færslur á eina svona blaðsíðu og þessi blaðsíða er svona yfirlit yfir bara þessar færslur sem átti stað á 10 mínútum og síðan byrja hver og einn í kappi hvern annan að reyna að leysa rosalega erfitt stærðfræðidæmi. Allir þessi mænirar, allir sem eru með hugbúnað í tölunni sinni, allir þessi hugbúnaðir eru keppast það að reyna að leysa rosalega erfitt stærðfræðidæmi. Og sá sem er fyrstur að leysa þetta rosalega erfitt stærðfræðidæmi, hann fara að taka þessa blaðsíðu sem hann nýbúinn að taka alla færslu sem átti staðina kerfisins á sítt 10 mínútum og setja hana í höfuðbókina, aftast. Og þá er hann búinn að skrifa sögu síðustu 10 mínútna innan kerfisins. Og þegar hann er búinn að þessu, þá byrjar þetta aftur. Þá byrja allir þessi mænir aftur að hlusta á alla færslur, taka saman alla færslur yfir 10 mínútur og síðan fara allir í kappi hvern annan að reyna að leysa rosalega erfitt stærðfræðidæmi. Sá sem nær að leysa stærðfræðidæmi fyrst segir, heyrðu, ég náði að leysa stærðfræðidæmi, hérna er lausnin, þetta er blaðsíðan sem ég ætla að setja í höfuðbókina, opnar höfuðbókina og setur hann aftast, búinn að skrifa söguna. Svoleiðis gengur þetta. Og það er eitt í viðbót sem þessi vinningshafi fær að gera að auki. Hann fær að skrifa þessa sögu og setja blaðsíðuna sín í, en rétt áður en hann setur blaðsíðuna inn í bókina og skrifar hann eina auka færslu undir. Segir, ég ætla að velja mig á þessa adressu sem ég á, 25 Bitcoina. Setur þetta síðan að aftast og þá er það komið í söguna, búið að rita það í söguna að þessi adressa sem hann á 25 Bitcoina. Og svona koma Bitcoinarnir inn í kerfið. Þetta er einu verðlaunin fyrir þá sem eru að leysa þessi erfiðu stærðfræðidæmi. En þá spyrir til þess fólk, af hverju eru þessi einstaklingar að fá verðlaun fyrir þetta? Já, sko, það kostar rosalega mikið computing power að leysa þessar stærðfræðiþrautir. Það kostar bara pening að láta töluna að leysa þessar stærðfræðiþrautir. En þá spyr fólk, af hverju eru þeir að leysa þessar stærðfræðiþrautir í fyrsta lagi? Og því kerfið er búið til þannig að það séu Bitcoinar að fara inn í kerfið, cirka bara 10 mínútna fresti, þá býr til svona stærðfræðidæmi sem er þannig, það erfitt, og það getur reynda breytt í, en það sé það erfitt að það taki allt kerfið í heild sinni cirka bara 10 mínútur að leysa stærðfræðidæmi. Það er einhver innan kerfisins sem mun leysa þetta dæmi á cirka bara 10 mínútur. Ok, og kerfið er búið til þannig í rauninni að, eins og ég sagði rétt áðan, hann fær í verðlaun 25 Bitcoina. Og kerfið er þannig að í byrjun þá voru verðlaunin 50 Bitcoinar. 50 Bitcoinar voru að fara inn í kerfið á 10 mínútna fresti. Og kerfið er þannig að á 4 ára fresti þá helmingast þessi verðlaun. Og sem sagt núna í ár þá helmingast þessi verðlaun, ekki lengur 50 Bitcoinar, heldur 25 Bitcoinar. Og eftir 4 ár þá mun þetta helmingast aftur og verðlaunin verða 12,5 Bitcoinar. Og þá eru 12,5 Bitcoinar að fara í kerfið á 10 mínútna fresti. Og við getum rauninni séð þá hvernig peningamagnið eða Bitcoin-magnið í umferð mun þróast. Síðasti Bitcoinin sem verður cirka aðeins undir 21 miljón, hann verður mænaður held ég kringum 2141 ef maður rétt, það getur verið rugla meira en mér minnir að það sé rétt. Og þið sjáu það, við kíkjum aðeins hérna, við erum að 2014, þá erum við búin að ná í cirka helmingin á Bitcoinin sem verður búin til þeir eru komnir inn í kerfið. Og núna langar mig að tala
kostina og gallana einmitt við þetta kerfi, en rétt að gera það, þá langar mig bara að renna aftur yfir nákvæmlega allt það sem ég sagði, bara mjög fljótt. Þess að ef þú ætlar að nota Bitcoin, það fyrsta sem þú gerir er þú fer á bitcoin.org og nær þar í stafrænt veski, setur það upp í tölvunni. Og með þessu stafræna veski getur þú fengið sent innan Bitcoin-kerfisins og þú getur sent frá því, sent til annarra. Þegar Jón sendir ykkur 5 Bitcoina, þá öskrar hans veski inn í netið, eða þetta stóra Bitcoin-kerfi, að einhverja adressa ætlar að senda þessar adressu 5 Bitcoina. Öll hinn veskin hlusta á það og þeim langar að sannreyna það að Jón eigi nægilega mikið af Bitcoinum til þess að senda. Svo þið taka þessa stóru höfuðbók í miðjunni og rekja algjörlega söguna, rekja söguna af þessum Bitcoinu sem Jón átti til þess að vera algjörlega viss það að Jón eigi nægilega mikið pening. Og síðan einn leikari viðbót inn í þessu stóra neti og það eru þessi mænarar. Það eru einstaklingar eins og bara við sem eru með stafræn veski í tölun okkar, en við ákváðum líka að taka einn auka hugbúnað og setja hann upp í tölun okkar. Og það sem þessi hugbúnað gerir er að hann í rauninni bara hlustar á Bitcoin-networkið og hlustar á allar þessar færslur, tekur það allar saman í 10 mínútna svona ramma, setur þetta á eina blaðsíðu og síðan fara hver og einn af þeim í kappi hvern annan og svo sem næra leysa þetta erfiða stærðfræðidæmi sem þeir eru í kappi að leysa, svo sem næra leysa það, fara að taka þessa blaðsíðu og setja henni í bókina og þar af leiðandi skrifa næstu 10 mínútna blaðsíðu inn í bókina. Og hann, ekki bara það, þá fær hann líka veluna sjálfa sig í rauninni fyrir að skrifa þessa blaðsíðu með 25 Bitcoinum í dag. Og þannig fara í rauninni Bitcoinanir inn í kerfið. Og svona virkar þetta svona á yfirborðinu. Og þetta er svona, já. En þá skulum við skoða þess svona kostinn og gallana við þetta kerfi. Og nota bene, ég er að fara svolítið svona, ég er ekkert að fara neitt vola djúpt inn í þetta. Og í þessum fyrirlestur ætla ég að sleppa því að fara í gallan á Bitcoin nema að ég hafi tíma. Út af því að ég er svona meira kannski að tala um það bara hvað kerfið okkar getur lært af Bitcoin. Og það fyrsta sem ég langar að minnast á, þetta er kannski ekki mesti kostur við Bitcoin, því þetta er líka ókostur, er persónulendi. Og það er þannig að þegar annar til dæmis næri þetta stafræna veski í tölvuna sína og setur það og ítir á generate address, færi nýjar adressu og eitthvað þannig, veskið hennar spyr hann aldrei hver hún er. Veskið hennar spyr aldrei hvað heitir þú, hver er kennitala þín. Svo allar hennar Bitcoin adressur eru á engan hátt tengt henni sem manneski. Svo ef ég bý til dæmis núna til adressu í veskinu mínu, ekki nema ég segi einhverjum að ég eigi þessa adressu, þá veit enginn að ég eigi þessa adressu. Svo til dæmis, ef Jón ætlar að senda mér 5 Bitcoina og ég ít á generate new address, fæ einhverja nýja adressu og hann sendir á þá adressu, hann ætlar að veita að ég á þessa adressu. Það sem ég get gert ég get bara búið til eina adressu í viðbót og síðan yfirfært af henni og þá veit hann veit ekkert hver á þessa nýja adressu. Og kerfið er rauninni þannig að þú getur rauninni sé balansin á hver einustu adressu innan kerfisins, en þú veist ekkert hverjir eiga þessar adressur. Og þar af leiðandi getur rauninni átt fullt af Bitcoinum á þess að einhver vita að því. Og þetta er kostur ef þú ert að, ég meina ef þú ert veikur eða eitthvað svona og þú þarft að borga fyrir einhverja viðkvæma hluti, kemur fólk ekkert við hvað þú ert að gera með peningana, til að vísa bankastarfsmenn eitthvað, þeir þurfa ekkert að vita því. Gallarnir eru náttúrulega við þetta er það að sést náttúrulega svona fljótt að það væri náttúrulega hægt að kannski stunda peningaþvætti og kannski svíkast undir sköttum og svona dót með þessu, en það er náttúrulega hægt náttúrulega líka okkar eigin kerfi. En ég er svo að segja, þetta er svona bæði kostur og galli, þessi persónulegnd. Annar kostur, og þetta er stærsti kostur við Bitcoin. Þetta er ástæðan af hverju Bitcoin eða bara stafræni gjaldmiðlar í höfuð eru að vera svona lucrative, af hverju fólk er að tala um þetta, af hverju fólk vill nota þetta. Þetta er stærsti kostur. Það er aðgengið. Það skiptir ykkur máli hvar þið eru í heiminum. Ef þið eru í Kína og einhver annar í Afríku, svo lengi sem þið komast á netið, þá getið þið flutt verðmæti á milli, svo lengi sem Bitcoin eða stafræni gjaldmiðill sem þið eru að nota er talin verðmætur. Og ég ætla að taka svona persónulegt dæmi, bara hvernig þetta hefði getað hjálpað mér. Ég á kærustu sem er í doktorsnámi í Hollandi og ég fer svona, mjög oft í heimsókn til hennar, reyndar svolítið langt síðan ég fór síðast, en ég fór í september og kom aftur í október. Og meðal annars, að ég sé ég er svo góður á tíma, ég held ég er 6 mínútur. Nei, þá sleppi ég þessu sög. En
ég fór hérna og hitti kærasta mína og kom tilbaka og því ég kom heim þá skuldaði ég henni húsaleigu og ég ætlaði að gefa henni afmælisgjöf líka og eitthvað svona dót. Svo ég þurfti að senda til hennar eitthvað aðeins meira en 100.000 kall. Svo ég fer niður í banka og tala við þá og þurfti að fá viðtal hjá einhverjum og skrifa undir einhverja pappíra og borga eitthvað gjald og síðan tók 3 daga að flytja peninginn frá mínum banka til Hollands. 3 daga, ok? Og síðan þannig úti þá þurfti ég líka að greiða held ég einhver bankagjöld. Ég hefði þess í stað geta opnað mitt stafræna veski, fengið Bitcoin adressun hjá henni og sendt henni nákvæmlega þetta virði, bara í gegnum Bitcoin-kerfið. Hún hefði bara fengið það strax. Og þið sjáu bara með þessu litla dæmi hvað Bitcoin þessi stafrænu gjaldmiðlar eru að bjóða. Hvernig getur verið opið. Og það sem ég er svo hræddur með sérstaklega bankakerfið og ríkið og þess áttar, hvernig þeir að koma að þessu. Ef við hugsum okkur hvernig bandaríski kvikmyndabransin er núna. Hvað er bandaríski kvikmyndabransin að gera? Þeir eru í einhverju stríði við fólk sem er að nýta sér nýjustu tækni til að deila kvikmyndum og öðrum svona hlutum og það má alveg vera rétt að í sambandi við höfundarétt og svona þeir með ekkert gera þetta. En það breytir því ekki að raunveruleikin er sá að fólk gerir það og þeir eru ekkert að fara ná að stoppa. Svo þeir neita algjörlega að uppdata svona business model sitt til þess að byrja að græða á þessu. Í þessi stað eru þeir í stöðugri samkeppni og stöðugt í einhverju stríði við þetta lið sem þeir eiga eftir að tapa. En það sem ég vona gerist ekki er það að bankakerfið og ríkið fari ekki í svona stríð við gjaldmiðla eins og Bitcoin út af því að þetta hérna er ástæðan af hverju hugsanlega stafræn gjaldmiðill geti tekið yfir allt. Út af því að það er svo rosalega auðvelt. Það er ekkert sem stoppar. Jú, það er reyndar nokkrar hugmyndir hvernig er þetta að stoppa Bitcoin. Ég ætla þessum ekki kannski að fara í það í dag því núna hefur allan samkvæmt þér 4 mínútur, samkvæmt mér 5 mínútur. En 3 mínútur. Ok, heyrðu. En allan aðgengi, það er mjög gott. Ok, færslugjöld, ég tala ekki þetta rétt aðan. Nú ætla ég aðeins að tala hraðar. Ég tala ekki færslugjöld rétt aðan. En það er þannig að þú getur greitt færslugjöld innan Bitcoin-kerfisins. En þú þarft þess ekki. Það er oft mælt með þú gera ef þú ert að færa stóra summur af Bitcoinum yfir aðra adressur. Og það virkar þannig að ef ég sendi Jóni 5 Bitcoina og mænerinn sem heyrir þá færslu og setur hann á blaðið og vinnur kapphlaupið, hann fær færslugjöldin sem tengdust þeirri adressu. Hann fær öll gjöldin, færslugjöldin sem eiga sér stað fyrir þessa blaðsíðu sem hann nær að laga. Ok, og eina ástæðan með okkur við viljum greiða færslugjöld, náttúrulega eins og svolítið absúrt, er það að eftir 2141 þegar síðasti Bitcoinin mænaðir, þá muni þessi einstaklingar bara lifa á færslugjöldum. En það eru fleiri ástæður, við höfum ekki tíma til þess að fara í það núna. En það sem ég vil benda á er það að færslugjöldin innan Bitcoin-kerfisins, og þú þarft oftast ekkert að greiða þau, færslugjöldin innan Bitcoin-kerfisins eru svo miklu minni heldur en það sem er að gerast í bankakerfinu í dag. Það sem ég greiddi til þess að senda þennan pening út í kærastunni minnar var 3, 5 eða 4 kall eða eitthvað svoleiðis. Hefði ég sendt þetta til kærastunni minnar gegnum Bitcoin-kerfið, þá hefði ég þurft að greiða cent eða hálft cent eða eitthvað svoleiðis. Svo þið sjáu að færslugjöldin eru lægri og þetta er náttúrulega stór kostur líka. Og eina af ástæðum af hverju þetta er það út af því að ég myndi ykkur það ef ég vill fara í samkeppni við einhvern annan banka, stofna banka og fara í samkeppni við einhvern annan banka og lækka færslugjöldin. Eru þeir að fara að leyfa með það? Nei. Það er alltaf háar samkeppnishindranir og bara, ég þarf að fá einhver leyfi og allt það dót, svo það er gert mjög erfitt að fara í samkeppni þá. Aftur á móti innan Bitcoin-kerfisins, þá er mjög auðvelt fyrir það að fara í samkeppni við einhvern. Þú bara downloadar einhverjum hugbúnaði. Svo þetta er svona eina af þessum ástæðum af hverju færslugjöldin eru svona lág. Reyndar allt kerfið í heild sinni, eða svona samfélagið ákveður líka svolítið svona hvernig færslugjöldin eru. En eins og við segjum, þau eru fáránlega lág miðað við núverandi bankakerfi. Hvernig eru tíma? Er ekki bara búin? Eina mínútu, glæsilegt. Yes, þetta er svona nokkuð niðan sem ég ætla að segja. Ég hef ekki þurft að drífa mig svona mikið, en bara takk fyrir mig. Ein spurning þá kannski? Nei, já, þetta er nefnilega, ég sé í dagskránni að þér er ætlaði til 10:04 og svo á næsta byrja korter yfir, held ég, þannig að við getum notað 5 mínútur í spurningar. Ok. Og það eru strax hendur á lofti. Þetta er mitt vatn.
Nei. Já. Það eitt af göllunum við Bitcoin. Já, og ég var að fletta upp núna reikningar sem var að reikna fyrir mann hversu mikið rafmagnskostnaðurinn á Að mæna? nú er þetta flækjustigi. Já. Núna samsvarar ekki lengur rafmagnskostnað að mæna. Ok. Það flækjustigi bara orðið það hátt. Já. Og svona hlutur. Þannig að svo ofan á það að það verður náttúrulega að því að út af þessu þá verður fleiri byrjar að hoppa upp með eitthvað svona sína eigin útgáfa af Bitcoin. Við erum náttúrulega búin að heyra Dogecoin og svo náttúrulega var ég fréttum með þessu Roracoin og allt það. Heyrið þið þetta aftur? Ég ætla að endurtaka spurninguna. Ég er nefnilega enn með. Já, ok. Ég skal bara ljúka málum mínu. Svona Já, hvað heldur þú að þetta mun hafa áhrif á þessi nýja gjaldmiðlar? Mun þau fara í einhver samkeppni við Bitcoin, mun það rýra Bitcoin, mun þau aukast í verðgildi eða og svona þessi flækjustig? Já, það sé fara að vera erfiðara að mæna og það alltaf þessi hugsalega rýrnun. Já, ok, rýrnunin, það sem hann talaði var það, og þetta er einn af þessum göllum sem ég sleppti að tala Bitcoin, það að fólk það er mjög auðvelt að týna Bitcoinum innan kerfisins. Það er að segja, ef þú setur password á veskið þitt, stafræna veskið þitt, og þú gleymir þessu passwordi, þá myndi aldrei komast í þá gjaldmiðla aftur. Þetta er ekkert eins og með bankaðinn, þú hringir og segir, ég kemst ekki inn á heimabanka minn, getur gefið mér nýtt password, þú bara kemst aldrei aftur inn í gjaldmiðla. Og líka það að ef þú til dæmis setur þetta stafræna veskið upp í tölvuninni og þú tekur ekki afritaði og tölvuvæn krassar, þá myndi aldrei fá þessa gjaldmiðla aftur heldur. Þetta er rýrnun og Bitcoin, hann er svona, nú langar mér svo að segja eitthvað eitt enskt orð, ég man ekki íslensk orði, svo mikið svona bandaríkjamaður í mér, það er svona það sem við köllum deflation, þetta er svona deflationary currency, það er að segja, hvað er andstæðan við verðbólga? Já, verðrýrnun í rauninni inn í þessu kerfi, sem þýðir það að Bitcoin mun alltaf vera rauninni hækka og að týna peningunum í rauninni þýðir það að verðgildi mun hækka ennþá meira út því að þá er framboðið á peningunum minna og þar að leiðandi verða þær dýrar í verði. Og hitt Hlutir eins og til dæmis í dag er flækjustigið að mæna, orðið það hátt að samsvara ekki ykkur rafmagnskostnaði? Já, sko málið er það að starffræðidæmi sem þeir þurfa að leysa, það aðlaga sig í rauninni að kerfinu. Svo málið er það að ef það fer ekki að borga sig, þá hætta fullt af fólki að mæna og þá verður erfiðleikastigið auðveldara. Á sama tíma, eins og segi, þetta er bara það sem ég var að lesa með tölum í gær, að meðal svona mænara, að það eru margir farnir að leika sér að því að mæna hluta til bæri Bitcoin og hluta til í þessum nýju gjaldmiðlum. Já, Litecoin og eitthvað dót. Já, við erum öll búin að heyra svona, þetta var náttúrulega bara startaði sem bara grín, en þeir byggur til Dogecoin. Já, það er orðið svolítið vinsælt hana. Já, akkurat, og svo er fullt af öðru svona gríngjaldmiðlum. Já, Kenya hvað var það? Kenya Coin. Já, og svo kom þetta, og svo núna, eins og segi, í fréttunum þá var þetta Aurora Coin, allavega burt sem málum við það er núna fullt af eitthvað það er núna fullt af svona gaurum sem er að reyna að fara í samkeppni við Bitcoin að byrja með sitt eigi gjaldmiðil. Ég held að þetta ekkert nema að þeir leysi almennilega þessa galla sem Bitcoin hefur og sumir reyna að leysa, sumir eru með að blaðsíðurnar sé ekki 10 mínútur, 2 mínútur og eitthvað svona dót. Þeir eru ekkert að leysa vandamálið, þeir eru bara að fara framhjá því. Svo ég held að þetta lið er ekkert að fara að hafa neitt roða í Bitcoin. Nú er tíminn eiginlega búinn, en það er einn sem að verður að koma að stað með síðustu spurningu. Ég ætla að spyrja, alltaf þegar kemur einhver ný tækni, þá koma svona rosalega miklar væntingar til tækninnar, það er sama hvað það er Það verður svona risastór svona póll, þetta er hype cycle
Svo svona ferðu upp á svona hátind væntingana og fer niður svo í dal vonbrigðina þegar fólk átt að segja að tæknin stendur ekkert undir öllum væntingum sem við gerum til hennar. Og svo oft annarkvort deyr tæknin eða tæknin kemur svo upp á einhvern svona, það sem kallum bara svona plateau of productivity, þar sem alltaf tæknin nýtist til einhvers. Hvar er Bitcoin á þessari kurvu og af hverju heldur það sé þar? Ef ég að segja svo þá held ég að Bitcoin sé ekki framtíða gjaldmiðl. Ég held að stafrænu gjaldmiðlar yfir höfuð séu framtíðin. En það eru gallar á Bitcoin sem þarf að laga áður en þetta gerist. Svo hvar held ég að Bitcoin sé á þessu kurvu? Ég veit það ekki, að því ég held að í framtíðinu muni fólk ekki nota Bitcoin. Og ég veit ekki hvenar, ég held að fara bara eftir því hvenar það kemur almennilega viable gjaldmiðl sem tekur allt þetta góða sem Bitcoin hefur og reynir allavega að laga það mikið af göllunum að það sé almennilega hægt að nota. Svo ég veit ekki annars hvernig ég geti svona nokkuð svara þessu spurningun. Okay. Já, ef við ekki að gefa Guðlaugi gott klapp. Takk fyrir.